Kæri söfnuður, við erum hér komin saman í dag til þess að kveðja Karl Kristján Sigurðsson, eða Kalla á Mími eins og hann var gjarnan kallaður. Hjálpsemi, dugnaður og glaðværð voru eiginleikar sem einkenndu hann. Eiginleikar sem samferðafólk hans í lífinu kunni vel að meta sem og hans létta lund. Ég votta ykkur öllum samúð mína, en þó sérstaklega fjölskyldunni sem nú syrgir kæran ástvin. Ég bið þessa orð frelsarans, ég er upprisin á lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi, megi vera ykkur öllum huggun í sorginni. En við skulum hefja þessa stund með signingu og bæn. Í nafni Guðs Föður og Sonar og heilags anda, látum oss biðja. Himneski Faðir, þú sem reistir son þinn frá dauðum, hjálpa oss að syrgja ekki eins og þeir sem ekki hafa von. En hjálpa oss að sigrast á óttanum við dauðan, í öruggri von upprís og eilíft líf. Láta oss vera minnum þess að þú telur daga vora, svo að við megum öðlast viturt hjarta fyrir trúna á Jesú Krist. Blessa oss þessa stund í helgidómi þínum og láta oss finna huggun og styrk fyrir samfélagi við þig og þinn blessaða son Jesú Krist. Við biðjum í nafni hans. Amen.
Í Davíðssálmum standa þessi orð. Drottinn, þú hefur verið oss athvarf frá kyni til kyns. Áður en fjöllin fæddust og jörðin og heimurinn urðu til, frá eilíf til eilífðar erst þú, ó Guð. Þú lætur manninn hverfa aftur til duftsins og segir, hverfið aftur þér mannanna börn, því að 1000 ár í þínum augum sem dagurinn í gær þegar hann er liðinn, já eins og næturvaka. Kenn oss að telja daga vora, að vér megum öðlast viturt hjarta. Svo ritar postulinn. Ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Og ég sá borgina helgu nýja Jerúsalem stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu sagði, sjá tjaldbúð Guðs meðal mannanna, og hann mun búa hjá þeim. Og þeir munu vera fólk hans, og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra. Og dauðinn mun ekki framar til vera, hvorki harmur né vein né kvöl framar til. Hið fyrra farið. Og sá sem í hásætinu sat sagði, sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Snert hörpu mína himinborg
sumir sitt á læk og tjörn, og sumir verða alltaf lítil börn, en sólin gyllir sund og bláan fjörn, og sameinar með töfrum loft og jörð. Ég heyri fjarska villtan vængja þitt, varpan leikur draumsins perluglýr, snert hörpu mína himinborna dís, og hlustið englar Guðs í paradís. Snert hörpu mína himinborna dís, og hlustið englar Guðs í paradís. Rísum á fætur. Og heyrum heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Þá hvíldardagurinn var liðinn, keyptu þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salóme ilmsmysl til að fara á smyrjan. Og mjög ártlæginn fyrsta dag vikunnar sólarupprás koma þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli: hver mun velta fyrir oss steininum frá grafarmunnanum? En þegar það líta upp sjá þær að steininum hafi verið velt frá, en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægra megin, klæddan hvítri skikkju, og þær skelfdust. En hann sagði við þær: skelfist eigi. Þér leitið að Jesú frá Nasaretinum krossfesta. Hann er upprisinn, hann er ekki hér. Sjá, þarna er staðurinn, þar sem þið lögðu hann.
segið þið honum að hann sé það allt sem í brjósti að. Þó þú færir í hugsa en sem áður okkar liðnu tíð ég þig fann. Hvítum lága segið þið honum að mitt hjarta slái aðeins fyrir hann. Hvítum lága segið þið honum að hann sé það allt sem í brjósti að. Hvítum lága segið þið honum að mitt hjarta slái aðeins fyrir hann. Hvítum lága segið þið honum að mitt hjarta slái aðeins fyrir hann. Kæru vinir, við erum hér samankomin til þess að kveðja Karl Kristján Sigurðsson, sem gjarnan var kallaður Kalli á Mými. Kalli var hjálpsamur, góður og glaðlyndur maður. Hann hefur nú snúið aftur til skapara síns eftir langa ævi. Biblían kennir okkur að til sé réttur tími fyrir allt undir sólinni. Tími til að hlæja og tími til að gráta. Tími til að gleðjast og tími til að syrgja. Tími til að fæðast og tími til að deyja. Eins og ólík og við manneskjunnar annars erum, þá eigum við að minnstakosti eitt sameiginlegt. Dauðinn vitjar okkar allra fyrr eða síðar og dauðinn eins eðlilegur og annað undir sólinni. En það ekki þar með sagt að við séum undirbúin þegar að dauðinn knýr dyra. Og þó að við vitum hann bíða okkar allra, vekur hann með okkur sorg og söknuð. Okkur er öllum úthlutað ákveðið magna dögum til að lifa. Og á þeim tíma upplifum við ólíka hluti, gleði og sorgir. Kalla voru úthlutaðir mjög margir dagar og lifði langa ævi. Þegar hann lést var hann 106 ára og var þá elsti karlinn á Íslandi. Aðeins einn karl á Íslandi hefur orðið eldri en Kalli. Fyrir 2 árum fékk Kalli heimsókn frá Stöð 2 og í viðtali við Magnús Hlyn fréttamann sagðist hann þakka vestfirska vatninu fyrir langlífi sitt og bætti reynda við að mjólk væri aðeins fyrir pelabörn. Aðspurður sagðist Kalli halda hann yrði 106 ára og að það væri hugsunin að verða svo gamall. Og hversu sannspár reyndist svo Kalli? Þegar ættingi eða vinur deyr horfa þeir sem lifa tilbaka yfir lífins látna, rifja upp og minnast hins liðna. Það hafa ættingjar og vinir Kalla gert undanfarna daga og það er margs að minnast. Kalli fæddist hér á Ísafirði í húsi sem kallast Rómaborg þann 14. maí árið 1918.
Foreldrar hans voru Sigríður Ingibjörg Salómonsdóttir og Sigurður Jónasson. Kalli átti 13 systkini. Samfeðra voru Lárus Mikael, Steinunn Pálína, Sigurður, Guðjón Gísli, Halldór, Árni, Helga Pálína og Jónas. Alsystkini hans voru Lárus Ingvar, Jón Arinbjörn, Ásgeir, María Elisabeth og Salómon Þorlákur og lifir hann bróður sinn. Ársgamall flutti Kalli í Hnífsdal og bjóð þar allt til hann fluttist á Hlíf árið 2001. Sem ungur maður í Hnífsdalnum stundaði Kalli glímu, en hann þótti kattliðugur og var alla tíð vel á sig kominn líkamlega. Kalli var vel liðtækur í fótbolta og líklega eru helstu afrek hans á því sviði 3 mörk sem hann skoraði í fótboltaleik á sjómannadaginn árið 1939. Þegar sjómenn með Kalla sem fyrirliða unnu Vestra 3-0. Kalli var mikill áhugamaður boltaíþróttir og hélt sérstaklega mikið upp á Derby County í enska boltanum. Eiginkona Kalla var Kristjana Hjartardóttir, oftast kölluð Jana. Hún fæddist 1918 eins og Kalli sjálfur og lést árið 2013. Foreldrar hennar voru Margrét Kristjana Þorsteinsdóttir og Hjörtur Guðmundsson. Kalli og Jana gengu í hjónaband á Þorláksmessu árið 1941 og voru í hjónabandi í 72 ár. Saga Kalla og Jönu nær langt aftur, mun lengra en árin þeir í hjónabandi segja til Þau voru skólasystkini frá 10 til 14 ára aldurs í barnaskólanum í Hnífsdal og þegar þau voru 11 ára voru þau sumartíma á sama bæ í sveit á Eyri í Seyðisfirði. Kalli var þar smali og upp með sér að þeirri ábyrgð sem honum var falin, en stríddi stundum Jönu á því að hann hefði svo mikið að gera annað en hún. Hún væri bara selskapsdama. Það sem að hún kom til þess að leika við og hafa ofan fyrir ungri heimasætu á bænum. Ein systirinn á bænum lét þau orð falla að Kalli og Jana myndu örugglega verða hjón þegar framliðu stundir. Kalli og Jana fermdust saman en sáust svo ekki aftur fyrir þau voru komin að fullorðinsár, því eftir fermingu hvarf Jana burt úr dalnum. Hún fór þá í vist hjá eldri systrum sínum, fyrst á Patreksfirði og síðan í Reykjavík. 1939 kom hún svo aftur heim í dalinn sinn og var þá ófrísk. Það var svo á dansleik árið 1940 að Kalli sá æsku vinkonu sína og bauð henni upp í dans sem endist aldeilis lengi. Það gekk sem sagt eftir að Kalli og Jana yrðu hjón eins og spáð hafði verið. Kalli og Jana hófu búskap í Brekkuhúsinu þar sem Jana var fædd og uppalin. Síðan bjuggu þau nokkurt skeið í Grænadal en árið 1959 fluttu þau í eigin íbúð sem þau byggðu á Skólavegi 9. Þar bjuggu þau allt til ársins 2001 þau fluttu á Hlíf hér á Ísafirði. Kalli og Jana eignuðust 5 börn en fyrir átti Jana soninn Grétar Þórðarson, fæddan 1939, dáinn 2023. Kona hans var Katrín Bjarni Jónsdóttir sem látin. Börn þeirra voru 2 og barnabörnin 6. Börn Kalla og Jönu eru Ásgeir Kristján, fæddur 1941, dáinn 1966. Kona hans var Jóhanna Málfríður Jóakimsdóttir sem látin. Þau eignuðust 2 börn, 4 barnabörn og 3 barnabarnabörn. Guðrún, fædd 1945, dáinn 2024. Maður hennar var Úlfar Víglundsson sem látin. Þau eignuðust 4 börn, 12 barnabörn og 6 barnabarnabörn.
Hjördís, fædd 1949, dáin 2018. Maður hennar var Helgi G. Björnsson sem látin. Þau eignuðust 3 börn, 5 barnabörn og 1 barnabarn. Sigríður Ingibjörg, fædd 1952. Maður hennar Guðbjartur Kristinn Ástórsson. Þeirra börn eru 3, barnabörn 7 og barnabörn 4. Halldóra, fædd 1961. Maður hennar Páll Guðjónsson. Þau eiga 4 börn og 11 barnabörn. Hópurinn þeirra Kalla og Jönu orðinn stór, en afkomendur þeirra eru nú 100. Kalli fylgdist af áhuga með öllum afkomendum sínum og hafði mikla gleði af þeim. Heimilið þeirra Kalla og Jönu var ávallt opið. Gestir og gangandi voru ávallt velkomnir og börnin máttu alltaf koma heim með vini. Kalli og Jana lögðu að sér fólk með kærleiksríku viðmóti. Þau voru svo glöð með að eiga hvort annað og svo gleði smitað út frá sér. Þegar þau ferðuðust landi kynntust þau mörgu fólki sem urðu svo vinir þeirra upp frá því. Þau ferðuðust víð land og líka til útlanda, en það var samt Borgarfjörðurinn sem heillaði mest og þar þótti þeim gaman að ganga Þau hafa trúlega gengið allar hæðir í Borgarfirði og sóttist fólk gjarnan eftir því að fá að ganga með þeim. Kalli var lengi sjómaður. Hann átti farsælan skipstjórnarferil en lenti þó 2 í sjávarháska. Lengstan tíman á sjó var hann á Mými eða alls 25 ár. Eftir að síldin fór breyttist margt í útgerð á Íslandi. Kalli hafði verið meðeigandi í útgerðarfyrirtæki Mímis og þegar ákveðið var að leggja það niður, fékk hann sinn hlut greiddan og ákvað að fara í land. Kalli fékk þá stöðu sem vélstjóri í hraðfrystuhúsinu í Hnífsdal, en því starfi sinnti hann í tæplega 30 ár. Auk vélstjórastöðunar starfaði hann sem matsmaður og einnig sem vigtarmaður. Kalli átti langa starfsævi, en hann hætti ekki að vinna í frystihúsinu fyrr en hann var 78 ára gamall. Kalli var virkur í félagsmálum og var í Slysavarnafélaginu og björgunarsveitinni Tindum í Hnífsdal. Þau hjónin Kalli og Jana voru bæði stofnfélagasveitarinnar og á 90 ára afmæli hennar var Kalli heiðraður og var hann þá eini stofnfélagi sveitarinnar sem var á lífi. Kalli var sömuleiðis heiðursfélagi í félagi Eldri borgar á Ísafirði og nágrenni. Félagið sendir aðstandendum Kalla kærar samúðarkveðjur. Í Hnífsdal gaf sjórinn fólkinu lífsbjörgina, en tók líka ástvini án vægðar og miskunnar. Það var staðreynd sem fólkið í dalnum þurfti að búa við og Kalli og Jana voru þar engin undantekning. Þann 22. desember árið 1966 knúðin sorgin dyr á heimilið þeirra með illþyrmilegum hætti. Þegar vélbáturinn Svanur RE88 fórst í aftakaveðri með 6 manna áhöfn. Þrátt fyrir ítarlega leit með skipum, vélbátum og flugvélum næstu daga fannst báturinn né áhöfn hans ekki. Þarna mistu Jana og Kalli mikið. Sonur þeirra Ásgeir Kristján sem var skipstjóri á bátnum fórst frá eiginkonu og 2 ungum börnum, sem og tengdasonur þeirra Hermann Lúthersson, unnustu Guðrúnardóttur þeirra, en hún var þá ófrísk að þeirra fyrsta barni. Aðrir sem fórust með Svani þennan örlagaríka dag tengdust allir Jönu og Kalla á einhvern hátt. Einar Jóhannes Lárusson var bróðursonur Kalla, Friðrik Maríasson mágur hans, Jón Hálfdán Helgason var frændi Jönu og Jóel Einarsson var vinur og samverkamaður Kalla árum saman og samfélagið var allt í sorg. Það er varla hægt að gera sér í hugarlund hversu mikill missir þetta var fyrir fjölskyldu þeirra Kalla og Jönu. Og sorgin var mikil á jólunum 1966.
En það var ekki annað að ræða en að berjast áfram, þrátt fyrir mótlætið. Jólahald komandi ára einkendist þó ætíð af hátíðleika, gleði og kærleika, en sorgin var einnig til staðar. Fagrar minningar ástvinana sem hurfu svo snögglega á braut lifir ætíð í hjörtunum. Á sinni löngu ævi upplifði Kalli margt og meira en margur. Það reyndi á hann þegar Jana dó árið 2013. Síðan þá hafa 3 barna þeirra fallið frá. Kalli lifði 2 heimsfaraldra og veiktist í þeim báðum. Sem unga barn veiktist hann af spænsku veikinni og árið 2022 fékk hann COVID. Þrátt fyrir allt hélt Kalli glaðlyndi sínu og æðruleysi allt fram til síðustu stundar. Síðustu 2 æviárin bjó Kalli á hjúkrunarheimilinu Eyri og andaðist þar 1. september síðastliðinn. Fjölskyldan vill koma á framfæri þakklæti til starfsfólks heilbrigðisstofnunarinnar og sérstaklega til starfsfólks hjúkrunarheimilisins Eyri fyrir einstaklega góða umönnun og hlýhug. Það er tími fyrir allt undir sólinni. Í dag er okkar tími til þess að sýna þann dugnað og hið góða lundafar sem einkenndi Kalla. Við skulum hugleiða það hvernig við getum reynt að létta undir með samferðamönnum okkar á lífsleiðin eins og Kalli gerði. Í dag er tími til þess að ákveða að nýta líf sitt sem best, öðrum til heilla, eins og Kalli leitaðist við að gera. Dauðinn er ekki eitthvað sem ber að hræðast. Svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Og Jesús sagði: hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Ég fer á undan yður til þess að búa yður stað, svo að þér getið einnig verið þar sem ég er. Og Kristur fór ekki aðeins á undan okkur til að búa okkur stað, heldur afhjúpaðan einnig veginn sem við eigum að fara. Guð hefur skapað okkur hvert og eitt með einstökum hætti. Hann skapaði Kalla í sinni mynd og gaf honum eitthvað sem engin annar hafði. Við brotthvarf hans hefur heimurinn breyst. Óttumst þó eigi því að Kalli hvílir nú í hendi Guðs, í náð hans og kærleika. Enginn maður veit daginn eða stundina sem honum er ætlað að kveðja þennan heim, en við getum treyst í að Jesú Kristur dó fyrir okkur til þess að við mættum lifa. Fjölskyldu Kalla hafa borist kveðjur. Jóna Valgerður í Reykhólasveit, áður búsett í Holti í Hnífsdal, biður fyrir góða kveðjur og þakkar vináttu á liðnum árum. Ingigerður, Hjörtur, Margrét, María og Smári Friðriksbörn senda kærar kveðjur. Gróa Stefánsdóttir og fjölskylda senda kærar kveðjur. Aðstandendur Kalla vilja koma á framfæri þakklæti til heimahjúkrunarinnar á Hlíf fyrir umönnun á síðustu árum sem hefur einkennst af hlýju og alúð. Að lokinni athöfninni hér í Ísafjarðarkirkju verður Kalli lagður til hinstu hvílu í kirkjugarðinum í Hnífsdal. Aðstandendur bjóða okkur öllum sem hér eru til erfidrykkju að athöfn lokinni í félagsheimilinu í Hnífsdal og vonast eftir að sjá sem flesta. Að lokum vil ég biðja almáttugan Guð að styrkja og styðja fjölskyldu og vini Kalla í sorg sinni, þangað til að endurfundunum kemur í Guðs ríki þegar allir hlutir verða gjörðir nýir. Guði Föður, Syni og heilögum anda sé heiður og dýrð aldir alda. Amen.
hverfa fljótt úr heimi hér. Skrýtið stundum hvernig lífið er. Eftir sitja margar minningar, þakklæti og trú. Þegar eitthvað virðist jaka mig, þarf ég bara að sitja og hugsa þig. Þá eins og brostnum læðingi, lausnir öllu við. Þó ég fái ekki að snerta þig, veit ég samt að þú ert hér. Og ég veit að þú munt elska mig, geyma mig, gæta þér. Þó ég fengi ekki að þekkja þig, þú virðist alltaf geta huggað mig. Það eins og þú sért hér hjá mér og leiðir mig vel. Þó ég fái ekki að snerta þig, veit ég samt að þú ert hér. Og ég veit að þú munt elska mig, geyma mig, gæta þér. Þegar tíminn minn á jörðu líðinn þá ég burtu fer. Þá ég veit að þú munt vísa þér og taka á móti mér. Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð Sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér. Í augum mín hafa séð hjálpræðið þitt sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemdar líf þínum. Látum oss biðja. Vér þökkum þér, himneski Faðir, að vér megum koma fram fyrir þig á stundum gleði og hamingju og leita til þín þegar sorgin þjakar. Heyr bænir vorar þegar við biðjum blessun til handa Karli Kristjáni Sigurðssyni bróður vorum, sem við felum þér. Í trú á þig höfum við stigið yfir frá dauðanum til lífsins. Styrk þá sem hér kveðja og veit þeim leiðsögn á komandi tíma, uns við söfnumst öll frammi fyrir þér. Heyr þær bænir í Jesú nafni. Amen.
Allar bænir vorar felum við í þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt oss og byggjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Rísum á fætur. Lofaðu sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði, ég upprisun og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Veit honum Drottinn þína eilífu hvíld og læt þitt eilífa ljós lýsa honum. Hann hvíli í þínum friði. Amen. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen.